Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 22. janúar 2025 klukkan 16:31. Þetta 864. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Fundinn í dag sitja allir aðalbæjarfulltrúar. Fyrir fundinum liggja 5 fundargerðir til staðfestingar og 2 fundargerðir til kynningar. Og við göngum beint til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 652. fundar bæjarráðs sem framfór 9. janúar síðastliðinn. Þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 1.1 sem nýtt tillaga nýju samkomulagi uppbyggingu við Bjarkarholt 32-34 og það skemmst frá því að segja að við höfum verið í samningum við lóðarhafa svona breytingu á uppbyggingarsamkomulagi. Þóra Hjaltested bæjarlögmaður hefur leitt þessa vinnu og á síðasta bæjarráðsfundi þá var bæjarstjóri heimilt, var samþykkt að bæjarstjóri heimilt að skrifa undir samkomulag við þessa aðila og við munum gera það núna á næstu dögum. Það sem breytingin, helsta breytingin fyrir utan það að þetta náttúrulega nýtt samkomulag og sem tekur tillit til þess að við erum það eru alveg 2-3 ár síðan að fyrra samkomulagi var undirritað og það hefur ýmislegt breyst á þeim tíma en það sem kannski aðalatriði að Eir mun ekki reka þarna þjónustu íbúðir heldur verða byggðar þarna 100 íbúðir sem verða seldar og þar verður svona ákveðið aðgengi að þjónustu eins og heimaþjónustu og öðru sem bara svona til samræmis við það sem við erum að veita annars staðar í Mosfellsbæ hjá fólki sem uppfyllir það mat sem við leggjum til grundvallar. Þannig að þetta svona búið að vera löng vegferð, margir fundir sem við höfum átt með þessum aðilum og bara mjög ánægjulegt að við skulum vera komin á þann stað að fara að sjá uppbyggingu á þessu stað í bænum. Það sem þetta náttúrulega á mjög áberandi horni og ég vil nota tækifæri og þakka bæjarlögmanni fyrir afskaplega góða vinnu í þessari samningagerð. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og engin, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, já. Anna Sigríður. Svo vel bæjarfulltrúi. Forseti, ég kemur hér upp undir 4. máli, húsnæði skammtímadvalar fyrir fötluð börn og ungmenni. Mér langaði bara til þess að koma hérna upp og fagna því að það sé komið við séum komið með húsnæði fyrir skammtímadvöl. Það tók dálítið langan tíma að finna rétt húsnæði eða húsnæði sem hentaði og það fannst og þarna verður pláss fyrir 4-5 börn eða ungmenni. Það verður 1 barn þarna í fastri búsetu og svo pláss fyrir börn í skammtímavistun. Aðstaðan öll eins og í raun og veru best verður á kosið. Við erum inni í bara hefðbundnu umhverfi í bænum, bara þar sem fólk býr, alveg svo og heimilið á í Huldulíð sem núna verður lagt af og það þannig að þessa þjónustu hefur skort hjá okkur hefur vantað rými fyrir skammtímadvalir. Þannig að þetta einstaklega ánægjulegt að við skulum að það hefur fundist þetta húsnæði og við getum
í raun og veru þannig svona styrkt þessa hugmyndafræði eitt samfélag fyrir alla, þar sem við búum öll saman, hvernig sem stendur á fyrir okkur. Fleira ætla ég svo sem ekki að segja þetta, en varðandi Hulduhlíðina þá að því ég nefndi hana, að þá ekki alveg komið í ljós hvað verður það húsnæði, en það var fjárveitingin náttúrulega gert ráð fyrir þessu fjárhagsáætlun ársins og þetta allt saman innan allra marka. Ég vildi bara vekja athygli á þessu, takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, og bæjarstjóri að biðja um orðið undir þessum lið eða fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. 1-4, svo virðist ekki vera, þá hefur bæjarstjóri beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 1-7 sem snýr að leikskólanum Hlaðhömrum en á síðasta bæjarráðsfundi þá upplýsti ég stöðuna í leikskólanum. Það var þannig að við vorum vegna loftgæða í þessum leikskóla. Það var ákveðið að taka ekki inn 30 börn í haust, fækka börnum á leikskólanum úr 80 niður í 50 og það var búið að loka þarna stofum og vegna þessa í eldri hluta skólans, hann í mjög bágbornu ástandi og en við samt sem áður ákváðum í haust að gera breytingar í Krikaskóla þannig að við gætum tekið á móti fleiri börnum þangað þegar að sú staða kæmi upp. En það var svona eindregin ósk starfsmannum að reyna þetta með færri börnum að nota ákveðin rými sem hægt væri að nota í skólanum. Síðan gerist það á milli jól og nýjárs að það springur rör og kemur mikill vatnsleiki þarna inn og við ákveðum þá að það í raun og veru það sé ekki eftir neina að bíða. Við mátum það þannig að það þyrfti að loka gamla hlutanum af skólanum og 22 börn voru færð þá inn í þetta nýja rými uppi í Krikaskóla og það hefur verið afskaplega vel tekið á móti bæði starfsmönnum og börnum þar. Nú, við höfum fundað með foreldrum, við höfum auðvitað fundað með starfsmönnum líka og það hafa verið uppi áhyggjur af loftgæðanum í nýrri byggingunni sem 27 ára gömul. Þannig að við köllum hana nýju bygginguna en hún að verða 30 og þess vegna það bæði búið að fá vinnueftirlitið á staðinn og heilbrigðiseftirlitið og úr þeim mælingum hefur ekki komið inn ábending loftgæðin en ýmsar ráðleggingar eins og túður sem við setjum þannig að sé stöðu öndun inni, hins vegar fengum við líka eplu til þess að taka sýni og við höfum von á niðurstöðu úr þeim sýnum núna í febrúar. Þannig að við höfum síðan þessi foreldrafundur var 8. janúar, þá höfum við sendt 2 upplýsingapósta og stefnum að því að senda pósta vikulega meðan á þessu tímabili stendur og þar til að við erum svona komin aðeins komin með betri upplýsingar eins og frá Eplu. Það sem stendur til hins vegar að nýji leikskólinn upp í Helgafellshverfi, hann á að vera tilbúið 30. júní og við erum búin að ganga úr skugga því það komu bara, svo það sé sagt, komu ákveðnar svona sögusagnir að það myndi ekki ganga eftir, þannig við erum búin að ganga algjörlega úr skugga það, bæði hef ég átt fund með þeim aðila sem að stendur fyrir þessari byggingu og við náttúrulega erum með skýrslur, framvindur skýrslur reglulega og það ef ekkert óvænt gerist að það á bara að standa við þá dagsetningu 30. júní 2025 og þá stefnt að því að loka alveg leikskólanum að Hlaðhömrum og færa starfsemina tímabundið inn í þennan nýja leikskóla og ég held að við getum sagt að við séum bara ótrúlega heppin að vera þó með nýbyggðan leikskóla til að geta tekist á við svona aðstæður. Auðvitað þetta búið að vera erfitt og ég vil hrósa starfsmönnum leikskólans alveg sérstaklega fyrir þeirra bara metnað og faglega starf undir svona ákveðnum erfiðum aðstæðum og ég vil líka þakka foreldrum fyrir þolinmæðina. Auðvitað vill enginn vera í þessum sporum
En þetta það sem við erum því miður að sjá, ekki bara hjá okkur í Mosfellsbæ, heldur víða, að það verið þarf að loka leikskólum tímabundið vegna skemmda, loftgæða og rakaskemmda og ýmislegt sem getur komið upp í gömlum byggingum. En síðan á ég von á því að það verði komið með tillögu inn í Bæjará fljótlega og það sem að verður horft til framtíðar. Það auðvitað að mikilvæga núna að horfa til þess hvernig viljum við hafa þessi mál þegar til framtíðar er litið. Það auðvitað eindregin ósk frá foreldrum að leikskólinn verði byggður leikskóli á þessum stað, bara svo ég komi því á framfæri en svo eru margir með þá skoðun að það er bara að taka, ekki bara að rífa gömlu bygginguna, heldur nýju líka, en auðvitað verðum við að láta fagfólk meta það hvað, bara hver staðan er varðandi nýri hlutan og hvað borgar sig fyrir Mosfellsbæ. Þurfum við að hugsa hagsmuni heildarinnar, en ég ítreka bara þakklæti til starfsmanna og stjórnenda á Hlaðumrum fyrir frábært starf. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessarar fundargerðar og við tökum hana þá til afgreiðslu. Og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 650 og annars fundar bæjarráðs að gefa merki. Það eru allar 11 hendur samhljóða. Takk fyrir. Og annað dagskrármál er fundargerð 653. fundar bæjarráðs sem framfór 16. janúar síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp fyrir máli 2.1, Varmárvellir nýframkvæmdir. Mér finnst bara ánægjulegt að geta sagt hér í pontu frá því að það er áætlað á þessu ári að klára framkvæmdir á nýja knattspyrnuvellinum okkar sem verður gervigrasvöllur og einnig frjálsíþróttasvæðið. Á þessum fundi var í raun og veru bara verið að óska eftir heimild okkar í bæjarráði að við getum boðið út þennan 3. áfanga og þessi 3. áfangi hann snýr það að nú er fergingu lokið á knattspyrnuvellinum og og það er að hefjast eða er hafið fergingin á frjálsíþróttasvæðinu og að fjarlægja allt aukaefni, en þetta útboð sem er verið að fara í núna, það snýr bara allan frágang á gervigrasinu eða knattspyrnuvellinum án þó gervigrasins sjálfs og áætlað að knattspyrnuvellinum verður tilbúinn til að setja gervigras á hann í júlí 2025 og frjálsíþróttasvæðið með öllu tilheyrandi í sirka nóvember. Þannig ég efast ekki það að deildirnar, frjálsíþróttadeild og knattspyrnudeild, ásamt iðkendum og þjálfurum og fleirum, bíði spennt eftir að fá þetta svæði. Og það bara hefur verið gaman að fylgjast með, það er kannski ekki mikið að gerast þar akkurat núna, en það er búið að vera allt á fullu og það bara hefur verið gaman að fylgjast með því. Ég vildi bara koma upp og segja bara ánægjulegt að þetta sé að klárast. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar kemur upp undir máli 2.2, betri samgöngusáttmáli. Ég sé að þarna verða að leggja fram tölur eftir 6 mánaða skýrsla, seinni helmingur ársins 2024 og mjög ánægjulegt að sjá að það svona virðist vera að komast svona á stað almennilega þetta verkefni eftir að sáttmálinn var endurskoðaður í fyrra og mér finnst bara að skipta máli að við svona fylgjum þessu vel eftir og tökum eftir því að lota 6 sem er í borgarlínunni
Hún í rauninni ekki lota 6, ekki í þeim skilningi og ég held að það verði ekkert oft sagt að þegar sem sagt verður búið að leggja borgarlínuna frá Ártúni og í Hamraborgina að þá erum við næst og þetta skiptir okkur í Mosfellsbæ gríðarlega miklu máli og auðvitað alla höfuðborgarbúa að við fáum úr þessu bætt og við svona förum að finna fyrir samgöngubótum og í því samhengi komum líka til þess að nefna bara afskaplega góðan fund sem var í Hlégarði í gær betri samgöngur og þar sem að starfsfólk þess fór bara vel yfir stöðuna eins og hún og hvað framundan og þau svör sem þar voru veitt hvað þetta þýðir fyrir okkur. Að við getum ekki endilega búist við því að ferðatíminn sé að fara að styttast heldur aðalega að vera keppt að því að hann mun ekki lengjast og mér finnst þetta svona bara breytir umræðan aðeins og skiptir máli að við höfum rétt orð þegar kemur að þessu. Þetta mikið hagsmunamál fyrir alla og að við svona séum ekki að skapa rangar væntingar til þessa verkefnis. Þetta fyrst og fremst til þess að koma til móts við þá fjölgun sem hefur verið á höfuðborgarsvæðinu og þá fjölgun sem framundan og í rauninni bara til þess að lengi ekki ferðatíman enn frekar. Mér finnst þetta bara mikilvægt og ég held að þetta má nota öll tækifæri sem við fáum til þess að tala þetta verkefni. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi og fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. 2-2. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs og þá tökum við fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 653. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það eru allar 11 hendur, samhljóða. Takk fyrir. Þriðja mál á dagskrá fundargerð 19. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar sem framfór 14. janúar síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp undir máli ég fæ að taka 3-1 og 3-2 saman. Forseta. Þetta sem sagt 19. fundur atvinnu- og nýsköpunarnefndar og við tókum þarna fyrir stöðuna á innleiðingu atvinnustefnunnar. Það eru margir spenntir að sjá hver staðan á því verkefni en við sem sagt fáum þetta í atvinnu- og nýsköpunarnefnd reglulega frá starfsmannanefndarinnar bara hver staða mála er og bara gott og hollt fyrir nefndamenn að heyra af því en nú 6 aðgerðum lokið og 11 aðrar sem eru í vinnslu og verð ég bara hrósa starfsmannanefndarinnar og öðrum ábyrgðaraðilum verkefnanna fyrir vöndu vinnubrögð og bara gott að sjá hvað vinnan er í góðum farvegi. En það tvennt sem langar til að vekja athygli á og það fyrir það fyrsta þá komið inn á mos.is bara mjög góð yfirlit síða atvinnulíf í sveitarfélaginu og það náttúrulega partur af þessari vinnu ásamt öðru. Þannig bara mjög jákvætt að þessi komin góð samantekt yfir þessi málefni og fyrir þennan málaflokk sem auðveldar þá þeim sem að reyna að afla sér upplýsinga þessi mál að finna þær upplýsingar. Þannig að það bara besta mál og það náttúrulega að sjálfsögðu bara áfram verk í vinnslu. Það voru þarna athugasemdir á fundinu sem að verða bara teknir áfram og við erum stöðugt að reyna að betrumbæta. En svo annað tengist máli 3.1 en við fengum sem sagt kynningu á markaðsáætlun fyrir Mosfellsbæ sem þá partur af innleiðingarvinnunni og partur af atvinnustefnunni. Nefndin fékk þessa kynningu og það var einmitt tengt þessu var svolítið hugmyndin að hægt var að nýta markaðsáætlun og það efni sem við fengum kynningu bara almennt fyrir sveitarfélagið, bara þvert á málaflokka og við hin ýmsu tilefni, þannig að við séum svolítið með
svona ákveðna línu, svona rauðan þráð í skilaboðunum sem við erum reyna að koma til skila út á við. Ekkert endilega einingstengt þar sem að við kemur atvinnumálum eða þess háttar, heldur bara almennt erum að koma skilaboðum áleiðis og bara okkar markaðsefni. Þannig að þau séu bara svona skýr og grípandi og það var mikil ánægja með þessa kynningu og það náttúrulega ekki það ekkert viðhengi í þessu máli af því að þetta rauninni bara ennþá trúnaðarmál. Það þarf að kanna bara með höfundarétt og annað, þannig sé alveg þetta ganga úr skuggum að þetta sé ekki allt saman örugglega allt saman eins og á að vera, en svo skilst mér að bæjarráð eigi að fá sömu kynningu í næstu viku á fundi ráðsins sem bara besta mál og vonandi þá í framhaldinu verður hægt að svona halda áfram að vinna með þetta verkefni og verður komið með bara flott markaðsefni fyrir sveitarfélagið, enda það eru mörg verkefni framundan sem að kalla á það að við náum að koma skilaboðunum vel áleiðis og þetta verður klárlega mikilvægur partur í þeirri vinnu. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ásgeir Gjörsson. Já, það er óskað eftir fundarhlé. Verði. Við höldum áfram, það er fundargerð 19. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar og já, það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls það sem hér hafin umræðu enginn kveður sér hljóðs á það en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti og enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 19. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar að gefa merki. Það eru allar 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. 4. dagskrármál er þá fundargerð 439. fundar fræðslunefndar sem fram fór 15. janúar síðastliðinn. Þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Hæstvirtur forseti og bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir máli 4.1, kynning og starfsemi miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu. Mig langaði bara að vekja athygli bæjarfulltrúa á þessum dagskrárlið þar sem við fengum góða gesti. Við fengum heila sendinefnd frá þessari nýju ríkisstofnun og buðum við þetta tækifæri líka að setja fundinn þá grunnskólastjóra sem eru ekki áheyrnarfulltrúar núna í nefndinni og þarna var líka staddur leiðtogi Farsældar í Mosfellsbæ
Og ástæðan fyrir því að við ákváðum að bjóða þessu fólki að sitja fundin líka er svo að við vorum að fá kynningu á starfsemi þessara nýju stofnunar og í rauninni reyna átt að gráða í sameiningu hvað það þýðir fyrir okkur og hvernig Mosfellsbær getur nýtt sér þjónustu þessara stofnunar. Og og þau fóru yfir sem sagt þarna með okkur svona sína gildin og markmiðin og svona það sem að þau standa fyrir og hún Þórdís sem forstöðumaður þarna sagði frá Frigg nemendagrunninum og sem á að gegna mjög mikilvæg hlutverki í framþróun á skólakerfinu. Hún gegnir hlutverki miðlærar skráningar, upplýsinga nemendur, hvar þeir eru í skóla og tryggir á að tryggja það að þeir séu yfir höfuð í skóla og á að veita sveitarfélögum yfirsýn börnin sín. Og þarna á líka að verða til mælaborð og ekki síður á þessi gagnagrunn að halda utan þetta nýja matskerfi. Það hefur verið talsvert í umræðunni skortur á samræmdum prófum og þessari stofnun falið að koma með tillögur að nýju matskerfi og það verið að vinna það og eftir því sem ég kemst næsta þá er það þannig uppbyggt að það er í rauninni hægt að gera samræmd próf í öllum bekkjum en svo eftir að ákveða að það verði skylda í einhverjum ákveðnum bekkjum, 4., 7. og 9. eða öðrum 7. og 8. Það á eftir að ákveða það með reglugerð. Og þau kynntu þetta fyrir okkur og ég verð bara að segja fyrir mitt leyti að maður fekk svona tilfinninguna ef að þetta allt gengur eftir að þá er það náttúrulega bara algjör bylting og bara svona gagnadrifið menntakerfi. Við þurfum meiri upplýsingar hvernig okkur gengur og þannig að ég held að þetta er bara mjög spennandi en það er sjálfsagt, þetta tekur allt tíma og þetta verður ábyggilega langur innleiðingarferill framundan. Við fengum þetta líka kynningu á ákveðnum verkefnum sem kallast MEM og heillaspor. Ég ætla ekki svo sem að geta að fara eitthvað nánar yfir það. En þetta er mjög gagnlegt og það var mjög ánægjulegt að upplifa svona hvernig stofnunin og forsvarsmenn hennar líta á sig og líta á sig þá fyrst og fremst sem þjónustustofnun við sveitarfélögin. Og eins og ég segi þá svona kannski situr eftir hjá okkur aðeins að ræða í nefndinni og meðal fagfólksins og stjórnenda hjá okkur á fræðslusviðinu hvernig við ætlum að nýta okkur það. Og þannig að bara ótrúlega áhugavert og skemmtilegt og nauðsynlegt að svona vera partur af þessu ferðalagi strax frá upphafi. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, fleiri sem óskar til að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðsumanna og tökum þá fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 439. fundar fræðifundar að gefa merki. Það er allar 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá erum við komin að 5. dagskrármáli sem fundargerð 623. fundar skipulagsnefndar sem framfór 17. janúar síðastliðinn. Þar voru 15 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Tökum hana þá til afgreiðslu, ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 623. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það eru allar 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra fundargerða sem þess krefjast og erum komin að 7. dagskrármáli sem fundargerð 401. fundar stjórnar Strætó BS sem framfór 13. desember síðastliðinn. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel.
forseti og getur bæði fulltrúar. Ég óska eftir leyfi forseta að fá að tala fundargerðina í heild sinni. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. ætla ég aðeins að opna hérna tölvan frá stríða mér. Langaði bara aðeins að segja ykkur frá því sem er að gerast hjá Strætó þessa dagana og kemur fram þarna í þessari fundagerð. Það er nú ánægjulegt að segja frá því að það var samþykktur kjarasamningur bæði af við sem myndum og stjórn Strætó við Samiðn sem að kannski ekki margir sem að það snertir en þarna eru önnur mál sem að varða okkur til dæmis var lagt fyrir stjórn Strætó upplýsingar seinkanir í leiðakerfinu samanber svona fyrri umræða hér í dag þar sem hefur vísað til opins fundarni í Hlégarði frá samgöngum þá tengist þetta líka. Það er þekkt að Strætó situr fastur í trafík eins og aðrir sem að fara vegakerfi í borginni og við finnum alveg sérstaklega fyrir því hérna upp í Mosfellsbæ. Það er alveg sérstaklega mikil seinkun og viðvarandi seinkun á leið 15 því miður. En það segir sig eiginlega sjálft þegar að það er nánast bara örlítill hluti af akstursleiðinni sem er í sérrými og þetta er vagn sem að ferðast alla leið út á Granda og tilbaka. En á sama tíma þá var samþykkt líka að halda áfram vinnu við þjónustu aukningu sem felur í sér að auka aftur tíðnina á númer 15 eins og okkur var sagt frá niður í Hlégarði en þetta var kynnt líka hérna á þessum stjórnarfundi þannig að ég ætla bara vil segja það hér fyrir alla bæjarbúa sem að allir sitja núna og horfa á okkur á YouTube eins og við allir vitum að leið 15 hún fer yfir daginn upp í 15 mínútna tíðni líka. Og ég vænti þess að þetta muni gleðja allavega yngri notendurnar okkar sem að nota vagnin til þess að fara hérna í úr tómstundum að vagnin hefur verið á 30 mínútna fresti þegar að þeirra háannatími er. Þannig að það á að breytast með þessu. Þannig að ég bara, ég vona að það skili sér til okkar. Við erum með leiðir þar sem við erum jafnvel með nokkra vagna í röðfasta þannig að á sérstaklega slæmum köflum eins og að HR en þetta er í vinnslu, það eru allir að reyna að finna lausn við núverandi aðstæður. Það er annað mál sem var tekið fyrir og það er eitthvað sem hefur verið lengi í strætisvögnum og það er frítt net. Nú er þetta allt saman byggt á gömlum búnaði sem er orðinn úreldur og þegar að þessi hugmyndafræði að vera með frítt net í almenningssamgöngum kom fram þá var það oftast nær þannig að þú þurftir að borga talsvert fyrir gagnamagn í símanum þínum og þú varst ennþá bara að greiða með reiðufé eða pappírsmiðum í vagnin sjálfan. Nú erum við komin með, eins og þið vitið, app sem við erum að nota og flest greiða með símanum sínum líka þegar við erum í snertilausu greiðslurnar og það hefur komið í ljós að símanir okkar eru á þess að við séum endilega í þeim alltaf að tengjast neti og ef það er einhvern tíma búið að tengjast netinu í Strætó þá er síminn alltaf að reyna að tengjast netinu í Strætó. Þetta getur síðan haft áhrif þegar þú ætlar að nota símann til þess að hvort sem þú notar appið eða rafræna greiðslu eða síminn þinn á bakvið að reyna að tengjast netinu í símanum og svo jafnvel keyrir annar vagn framhjá og þá hoppar hann í og reynir að finna það net. Þannig að þetta er svona tæknilegt eitthvað sem að, liggur við að segja að ég selði ekki dýrar en ég keypti það en þetta er allavega bara því að ég sjálf hef ekki meiri tæknikunnáttu heldur en það að segja ykkur allavega frá þessu að þetta er ein af ástæðunum fyrir því að við ákveðum á núverandi tímapunkti að það væri ekki skynsamlegt að fara að leggja í mikla fjárfestingu í að uppfæra þennan búnað þegar við vitum raunverulega ekki hvort að það muni hjálpa.
nú eru flestir með það mikið gagnamagn í símanum sínum, hvort sem það eru fullorðnir eða ungmenni, að við heldum frekar að þetta geti bara verið til bóta að taka þetta út. En ef eitthvað annað kemur í ljós, þá náttúrulega endurskoðum við þessa ákvörðun, en þetta er gríðarlegur kostnaður sem að það felur í sér að bjóða upp á þetta, þar að segja þessi búnaður sem að þarf að kaupa og setja í vagnana. Og svo vitum við náttúrulega bara af öllum þessum fyrirhuguðu breytingum, þannig að eins og ég segi, þetta var niðurstaðan okkar svo stöddu og ég vildi bara vekja athygli á þessu. Síðan það annað, það var nokkur skemmtileg mál þarna á þessum stjórnarfundi. Þetta hefur fengið smá umfjöllun í fjölmiðlum, en þó kannski minni heldur en við áttum von á, og það fargjaldaálag. Það er að segja að nú það kom fyrir þó nokkru síðan heimild í lögum og það mætti sekta þá sem að fullorðnir einstaklingar sem að kaupa sér barnamiða eða ungmennamiða vitandi vits og reyna þannig að svindla eða bara hreinlega að sleppa því að borga eða hvernig reyna að svindla sér inn í vagnin. En núna erum við sem sagt að feta í fótspor bara annarra almenningssamgöngufyrirtækja eins og hjá öðrum almenningssamgöngufyrirtækjum í öllum löndum sem við berum okkur saman við, að það er að það verður farið að sekta þá sem gerast brotlegir. Það skal þó sérstaklega tekið fram að börn verða ekki sektuð, þannig að það sé alveg á hreinu. Það og það fylgir nú bara því að börnur eru ekki sakhæf, þannig að við getum heldur ekki fara að refsa þeim með sektum þegar þau eru yngri. En hins vegar fullorðnir einstaklingar sem ætla að reyna eitthvað, þeir geta þá átt von á því að fá ágætis sekt. Ég man ekki alveg, ég held hún sé, nú er því stólið úr mér, 30 skall eða eitthvað, þú veist, þetta er alveg, þú finnur alveg pínu fyrir því að þú ætlar að svindla eitthvað á systeminu. Þannig að bara verum heiðarleg. Já, ég held að þetta sé það sem ég ætla að renna aðeins yfir, en bara þið spyrjið ef eitthvað er. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið sem fundargerðarstjórnar Strætó. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin er lögð fram. Og þá er það 7. dagskrármál sem er fundargerð 594. fundar stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Fundurinn fór fram 6. janúar síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. En þá er ekki fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 5. febrúar næstkomandi kl. 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi